Góðan daginn. Það var smá seinkun og að koma streymin á lag, í lag. Ég heiti Díana Jónsdóttir og sviðsstjóri atvinnusviðs hjá Vestfjarðastofu og í dag eru ég og Magnea sem ætlum að kynna áfangastaðaáætlun Vestfjarða. Samantektirnar sem má finna á borðunum, þannig þið getið gluggað aðeins í þær. Þetta er þriðji og síðasti kynningafundurinn sem við erum með á Vestfjörðum. Við erum búin að vera á Hólmavík og Patreksfirði og þetta er síðasti fundurinn og við ætlum að taka hann líka upp og streyma honum. Ég ætla ekkert að hafa þetta lengra hjá mér núna. Ég ætla bara að bjóða hana Magneu velkomna. Hún ætlar að fara yfir samantektina á áfangastaðaáætluninni og svo ætla ég að koma aftur aðeins í lokin og fjalla aðeins fjögur verkefni sem Markaðsstofa Vestfjarða er að vinna fyrir Ferðamálastofu og tengjast inn í þessa áætlun. Sæl. Kannski bara byrja á fyrir þá sem vita ekki verkefnið. Áfangastaðaáætlun Vestfjarða. Verkefni kemur frá Ferðamálastofu og stjórnstöð ferðamála og er unnin af markaðsstofum landshlutanna í öllum landshlutum. Verkefnið á að auðvelda opinbera ákvörðunartöku sem tengist meðal annars bara uppbyggingu á þjónustu og skipulagi, aðgangsstýringu á svæðinu og markaðsáherslum. Við erum með þetta í öllum landshlutum eins og ég sagði og þetta er kannski mismunandi eftir svæðunum, eftir hverjar áherslurnar eru, en einmitt í næstu viku þá verður í Reykjavík hjá Ferðamálastofu kynning þar sem allir landshlutarnir verða saman og kynna sína áfangastaðaáætlun og verður einmitt streymt á netinu fyrir þá sem ekki komast þangað og vilja fá að heyra hans frá hinum landshlutunum. Hvað er áfangastaðaáætlun? Það er kannski byrjunin á því. Það er heildstætt ferli sem litið til skipulags og samþættingar í þróun og stýringu allra þeirra þátta sem geta haft áhrif á viðkomandi svæði eins og á Vestfjörðum. Það er verið að tala að við erum að reyna að taka tilliti til bæði gestir, íbúa, fyrirtæki og umhverfis. Og við reynum að skapa þetta jafnvægi þarna á milli, þannig að við séum með fullnægja þætti allar þessa fjögurra þátta Við erum einnig mikið byggist á því að markmiðin er að stuðla að ábyrgri ferðaþjónustu og að hagnaðurinn skili sem mest til samfélagsins. Einnig er svolítið mikið skoðað út frá neikvæðum og jákvæðum áhrifum hvað það er sem er að valda. Einnig það sem má kannski koma fram að við tölum mikið lifandi plagg og við vitum það að í mörgum áætlunum og skýrslum er alltaf talað lifandi plagg. Hérna ætlum við að tala að það verði lifandi og við höfum þegar breytt nokkrum síðan að hún var gefin út. Þannig að ætlunin er að halda þessu uppfært kannski áætlunin uppfært kannski á 3 ára fresti en eins og við erum með samantektina og hún er meira kannski ásbasis er farið yfir aðgerðir og annað í því. Þannig að þetta sé skjal fyrir bæði samfélagið, sveitarfélögin og íbúa til þess að vinna með. Þannig að ef það er eitthvað sem er ekki að ganga upp í því, þá er það bara lagfært og við finnum hvaða aðra þætti við getum nýtt. Áætlunin hjá okkur á Vestfjörðum er unnin ein áfangastaðaáætlun með 4 aðgerðaáætlunum. Það var ákveðið að fara í þannig að staðinu fyrir að vera bara með eina aðgerðaáætlun þar sem að svæðin eru svolítið mislangt komin í ferðaþjónustunni. Ákveðið var að hafa norðursvæðis saman, suðursvæðið og síðan Strandir og Reykhólar. Við erum einnig með eina aðgerðaáætlun sem telst til Vestfirðir allir. Það sem kannski verkefni þar tengist öllum. Ég ætla aðeins líka að fara yfir, bara segja ykkur frá hvernig áætlunin var unnin, hver skrefin eru. Það var horft á því fyrstu skrefin eins og hvar við erum núna, hvar við viljum vera, hvernig komumst við þangað, vitum við að við erum ná árangri og síðan endurskoðun og uppfæra. Þetta eru skrefin sem var unni með og í hvar við erum núna, fyrsta skrefið var stöðugreining á svæðinu heild.
Þar var farið í að kortleggja allt sem tengdist ferðaþjónustunni á einn eða annan hátt. Þarna erum við að tala bæði fjölda gististaða, hvers konar vegir á svæðinu, fjölda safna og bensínstöðvar, allt sem okkur datt í hug gæti mögulega tengst. Við erum með sérkafla öryggisþætti á svæðinu, hvað erum við marga sjúkrabíla og annað. Síðan var farið í markaðsgreiningu í þessum kafla, einnig þar sem skoðað gestakomur, þjóðerni, áhugasvið, hvernig ferðamaðurinn Við skoðum ímynd svæðis, bæði aðdráttaraflið og einnig skoðum við mat á framlagi ferðaþjónustunnar á svæðinu. Mat á áhrifum ferðaþjónustunnar á svæðinu, það var gríðarlega stór kafli þar sem unnin var greining út frá gögnunum sem var til. Við fórum í svolítið svona kannski beint svona rannsóknarvinnu þar sem var að skoða hvaða rannsóknir var búið að gera svæðin og við skiptum þessu upp í 7 flokka þar sem verður að tala fjölda ferðamanna, eyðsluferðamanna, umferð og umferðartölur, álag á stað í umhverfinu, áningarstaði, staðbundin þjónusta og aðstaða og síðan skemmtiferðaskip. Og þetta var skoðað hvort það væru jákvæð eða neikvæð áhrif á þeim. Einnig fórum við í stefnumótun og markaðsmál, almennar greiningar og helstu áskoranir. Það sem við ætlum kannski að mest að segja frá í dag þessi næsti kafli hvar við viljum vera og hvernig hann var unninn. Við ákveðum að við byrja ekki bara á einhverjum núllpunkti, heldur nýta þau gögn sem voru til. Árið 2016 gaf Ferðamálasamtök Vestfjarða, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og Markaðsstofan út stefnumótun vestfirskrar ferðaþjónustu. Við þá vinnu var mikið af gögnum tekið fram. Það voru opnir fundir, það var tekið samtöl við sveitarstjóra og annað og allar þær hugmyndir sem komu í kringu þá vinnu voru setta niður sem og allar hugmyndir sem hafa komið fram í framkvæmdasjóð ferðamannastaða, það sem kom fram í landsáætlun hjá sveitarfélögunum. Þetta var allt sett saman og við fórum á opna fundi þar sem bæði á Ísafirði, Hólmavík og Patreksfirði í nóvember í fyrra þar sem þeir voru fengin til þess að vinna með þennan lista. Einnig sendum við það á sveitarfélögin, þannig að bæði sveitarstjórar og sveitarstjórnir gátu unni með þennan lista og talaði hvort það væri einhver þannig atriði sem áttu ekki heima, einhverjar aðgerðir sem þeir vildi fá að setja inn. Og þessi listi var síðan forgangsraður og á þessum opnu fundum bæði sveitarstjórnirnar unnu með það að forgangsraða listan hvað þeim fannst ætti að vera númer 1, 2 og 3. Á öllum svæðunum var unni með listan vestur í heild en síðan eftir svæðunum. Þannig að norðursvæðið vann með sinn lista og suðursvæðið með sinn og svoleiðis. Út frá þessum gögnum sem komu, aðgerðunum og annað, settum við fram sameiginlega sýn. Vestfirðir eru sjálfbær gæða áfangastaður þar sem arðbær ferðaþjónusta rekin í sátt við umhverfi og samfélag. Hringvegur 2 og kerfi göngu, hjóla og hlaupaleiða gefur gestum kost á að njóta sérkenna svæðisins, ægufæra náttúru og heilstæðra þórsmynda allt árið kring. Þetta átti að vera sýn sem speglar hvaða aðgerðir væru verið að fara í á svæðinu og hver hugmyndin væri. Við höfum þegar fengið ábendingu þegar við vorum á fundinum á Hólmavík í fyrradag, þar sem þeim fannst vanta inn í þetta menningu og mannlíf, sem alveg rétt, sem mætti bæta þarna inn, þar sem þetta kannski beinist svolítið að náttúrunni og þau vildu endilega fá bæta því við, og þar sem við teljum þetta að vera lifandi plagg, að þá verður þetta uppfært, þannig að við munum hafa það líka, að það sé svolítið svona sérkenni svæðisins. Sameiginlega, út frá sameiginlegu sýnu fengum við þessi meginmarkmið, uppbygging gæða áfangastaða, öflugt samstarf hagaðila sem leggur grunn að gæða ferðaþjónustu, samstæðum umhverfi og samfélag, bættar samgöngur, viðhald sérkenni svæðis og náttúru, heilsársferðaþjónusta, heilstæðar þorpsmyndir, rannsóknir, þróun og nýsköpun.
út frá þessum meginmarkmiðum komu þessar aðgerðir í aðgerðaáætlun sem ég ætla að fara með yfir ykkur eftir. Einnig ætla ég að sýna ykkur hérna hvernig ferðaþjónustu viljum við. Út frá öllum þessu gögnum sem við unnum, út frá meginmarkmiðum og framtíðarsýna settum við fram hvernig ferðaþjónustu við viljum á Vestfjörðum. Ferðaþjónustu með náttúru og menningu sem helsta áherslusvið er þarna yfir heitið. Náttúruferðamennska, sjálfbær ferðamennska, upplifunarferðamennska, menningar- og arfleiðarferðamennska og matarferðamennska. Að þetta sé, það þýðir það ekki að önnur tegund ferðamennsku sé ekki í boði, heldur þetta sé þess megin áhersla. Gjörðu sér komið bara inn og fá eitthvað súpu líka. Stefnan er að á Vestfjörðum verði ekki massaferðaþjónusta en megin áhersla á að byggja upp ferðaþjónustu fyrir gesti sem eru tilbúnir að dvelja lengur og borga fyrir gæði. Þetta var svona atriði sem kom svolítið fram á fundunum hjá okkur að vilja hafa gestina aðeins lengur. Að þeir væri kannski að stoppa og stutt og þessi tilbúnir að vera hjá okkur. Í samantektinni er þetta helstu atriðin sem við setjum fram. Í sjálfri áfangastaðaáætlun, hún er auðvitað mikið stærri. Þannig ég mæli eindregið með því að kíkja á það þannig að þið sjáið svona kannski hvernig við komumst að þessari niðurstöðu. En samantektin er ásamt að gefa ykkur góða mynd af því. Ég ætla síðan bara að fara yfir aðgerðaáætlunina eins og hún kom fram. Eins og ég sagði ykkur þá var þessi forgangsröðun unnin á þessum opnum fundum og sveitarstjórnirnar. Þannig að þeir sem sagt eiginlega kusu hvað þeir vildu hafa númer 1, 2 og 3 og síðan var þetta allt sett saman og út úr kom listi. Þó að það séu einhverja aðgerðir hérna sem eru ekki inn á listunum þá þýðir það ekki að þær hafi ekki verið ræddar, heldur bara við verðum að kötta einhvers staðar niður í fjölda. Vestfirðir í heild var það sem var unnið á öllum svæðunum. Hringvegur 2 fékk bara held ég hæsta skorið, bara langhæsta. Það sem að mikill áhugi er fyrir þessu að við fáum kannski hringvegur 2. Það sem við erum ekki partur af, teljumst ekki til parts númer 1, að við viljum gera eitthvað. Hérna erum við kannski líka að tala ekki bara skilgreiningu á vegalega séð heldur líka sem ferðamanna leið að þetta sé hringvegur 2. Díana mun fara betur yfir þessi verkefni sem eru komin í gang á eftir þannig að ég ætla ekki að fara djúpt í þau en síðan erum við með heilsársferðaþjónustu, uppbyggingu ferðaþjónustu í bæjarkjörnum, skemmtiferðaskip, stjórnun, stýring og aðgengi, öflugt samstarf og gæði, efling áhugaverða þjónustöð við ferðamannavegi. Ég ætla síðan að fara hérna yfir í norðursvæðið, þar sem við erum hér. Þar sem við tölum alltaf að þetta sé lifandi plagg, þá hefur við einmitt gert breytingu á því þar sem kom ábending frá sveitarfélaginu í Ísafjarðarbæ, þar sem var ákveðið að bæta við þarna Hornstrandarstofu, sem númer 8, og það kom einmitt inn í eftir að vildum hafa það þarna inni. Hérna erum við með Dynjanda, Bolafjall, skemmtiferðaskip og Ísafjarðarbæ þar sem þetta verkefni beinist að innan bæjar hér með það sem er í Vestfjörðum. Allir eru að tala heildar á Vestfjörðum, Hvítanes og Litlabæ, Hornstrandir og Jökulfjörðir, heildarskipulagningu í Tungudal, Seljalandsdal og Hnífum, Minnibakki, Skálavík og svo Hornstrandarstofa. Við höfum gert breytingar á þessari aðgerðaáætlun eftir að hún kom fram og fengið ábendingar. Til dæmis á suðursvæðinu höfum við bætt þarna inn sundlaugin í Krossholti en einnig tekið út pollinn í Tálknafirði að beiðni sveitarfélagsins þar og höfum hafið svolítið vinnu með sveitarfélaginu þar sem er verið að skoða svona uppbygging áfangastaða í Tálknafjarðarhreppi. Þannig að við viljum frekar að þetta sé eitthvað sem er unnið með og viljum að sveitarfélaginu nýti sér þetta þannig að við eigum að geta breytt þessu og gert þetta eftir okkar. Ég ætla bara að rétta aðeins yfir sýna ykkur Strandir og Reykhóla. Við erum auðvitað eins og ég sagði mislangt komin og eru kannski eins og aðgerðaáætlunum sem fyrir Strandir og Reykhóla er kannski svolítið svona meira opin og kannski ekki talað beint einstaka staði.
þar sem að við vorum einmitt á fundi á Hólmavík í fyrradag og fundurinn eiginlega endaði á því að við höfum komin í bara flott samstarf bara með þeim að vinna betur með þessa aðgerðaáætlun, finna fleiri betri niðurnjörvaða staði, hver þeirra hugsun á bakvið þetta. Og maður kannski svona getur séð munin á því hve langt við erum komin í ferðaþjónustunu eftir svæðunum. Þannig að sjáum við eins og norðursvæði meira ákveðnir staðir, hvar við viljum hafa áfangastaðana, en eins og Strandur með Reykjum við erum aðeins að vinna með það meira. Það ekki komin eins mikið í svona grunnhugmynd. Ég ætla bara að segja ykkur hérna aðeins frá framhaldinu. Við erum núna í þessu kynningafasa sem að við erum að kynna aðgerðaáætlunina og þær aðgerðir sem eru í því. Okkar markmið síðan núna að fara að aðstoða sveitarfélögin og aðra við að sækja í þá sjóði sem eru í boði, til dæmis eins og fyrir sveitarfélögin í landsáætlun. Síðan erum við með framkvæmdastjórn ferðamannastaða og síðan að bara uppfara og halda plagginu lifandi. Mitt starf næstu árin einmitt að vinna með áfangastaðaáætlunina áfram. Þannig að ég mun vera í virku sambandi við sveitarfélögin og hvernig við getum unnið að þessum markmiðum, að markmiðunum sem eru í áfangastaðaáætluninni og þær aðgerðir sem eru til staðar. Kannski bara spyrja, eitthvað spurningar? Eitthvað svona óljóst sem að allir góðir? Ég ætla þá bara að leyfa að Díönu aðeins að ræða þau verkefni sem komin á stað hjá okkur. Takk. Takk fyrir. Já, ég ætla aðeins að fjalla 4 verkefni sem eru komin á stað. Nú hefur aðeins orðið breyting á rekstri markaðsstofunnar sem heyrir undir Vestfjarðastofu. Við fengum aðeins aukna fjármuni frá ríkinu, en sú breyting var gerð að þau voru í fyrirfram skilgreind verkefni. Og við höfðum tíma í sumar til að skila inn tillögum og þá kom þessi vinna sér heldur betur góðu. Við gátum farið þarna og svolítið horta á hvað eru forgangsverkefnin sem hafa verið sett fram. Og þetta eru þessi 4 verkefni sem við erum að vinna með og höfum gert samning við ríkið að vinna að næstu 3 árin. Og fyrsta verkefnið Hringvegur 2. Það verkefni sem hefur verið tekið mjög vel í, bæði hjá sveitarstjórnum, hjá ríkinu, hjá hinu opinbera og líka hjá ferðaþjónum. Og við höfum horft til vinnu annarra svæða, til dæmis á Norðurlandi verið að vinna Arctic Coastway sem svona svipað verkefni sem snýr að því að gera svona ferðamanna leið og draga saman hvaða leið farin, hvaða afþreying á svæðinu, hvaða upplifun ertu að upplifa meðan þú ert að ferðast þarna Og þetta við erum svona kannski í bara að hefja þessa vinnu og það með fyrsta sem þarf að gera svolítið að setjast niður og ákveða hvaða leið þetta. Hvernig tengist hún inn á þjóðveg 1, gerir hún það ekki, þetta sérstakur hringur, verið að fara þröskulda eða innstrandaveg og svo vinna svona kannski bara það bil að fara að hefjast og ég sé mig fyrir mér að við munum stofna vinnuhóp þessa vinnu og fara á stað með hana. Heilsársferðaþjónusta verkefni sem við höfum líka verið farin á stað með og snýr í rauninni svolítið að þróun vörupakka. Við höfum svolítið oft leitað suður til ferðaskrifstofa fyrir sunnan, af hverju ekki gerðir ferðapakkar fyrir Vestfirði og við höfum svolítið fengið svarið, þið verðið svolítið að setja þetta saman og koma með það. Þannig að við höfum svolítið tekið þau skilaboð og ákveðið að setja upp í samstarfi þá við ferðaskrifstofur á svæðinu og erum að vinna meðal annars með Vesturferðum og Vestur Adventures og fleiri aðilum að því að setja upp pakka. Þá erum við að horfa utan háannar, við erum þá að horfa á haust og vor sem getur þá kannski verið allt svæðið og svo vetrarpakka sem eru þá vegna samgangna svolítið sikkvort svæðið. Og þetta hefur bara gengið vel. Hún Birna Jónasdóttir hefur verið að sinna þessu verkefni fyrir okkur og hún í fæðingarorlofi núna, en þetta svona kannski aðeins á svona smá ís, en þetta samt í gangi og við erum í samtali við ferðaþjóna þetta.
Þriðja verkefnið er uppbygging ferðaþjónustu í bæjarkjörnunum. Við höfum kallað þetta þorpaverkefnið svona í daglegu tali og þar erum við að horfa á að byggja upp ferðaþjónustu innan byggðakjarnanna sjálfra. Og þetta kom upp úr fundunum sem við áttum. Það var svolítið verið að vinna með þetta plan B og ekki bara horfa á stóru náttúruperlurnar, Látrabjarg, Dynjanda, Hornstrandir. Það þyrfti að vera líka afþreying og annað sem væri í boði innan byggðakjarnanna sjálfra. Og það var ákveðið að vinna svona ákveðin pilotverkefni í þessu og við völdum 3 þorp til að vinna áfram með. Og völdum sérst 1 af hverju svæði. Það, á norðursvæðinu er það Þingeyri, á Ströndum og Reykhólum er það Hólmavík og á sunnanverðu Vestfjörðum erum við að vinna með Tálknafjarðarhrepp. Þannig og við erum svona bara að hefja þetta samtal bæði við ferðaþjóna og við sveitafélögin sem við á svona þessa vinnu. Og þá erum við bæði að horfa kortlagningu á hvað er í gangi, hvað er svona í pípunum, er eitthvað sem að einhver vill fara á stað með, vantar kannski bara eitthvað smotteri inn í og svona og hvernig ferðaþjónustu vil ég sjá innan þess kjarna. Er einhver fókus? Er Hólmavík á það bara snúast galdra? Þeir eru með galdrasýningu sem hefur gengið mjög vel, á að útvíkka það konsept eitthvað. Þannig að svona sú umræða er svolítið að fara á stað og við erum komin með vinnuhóp eða verið að setja á stað vinnuhóp Hólmavík og eigum fund á mánudaginn á Þingeyri. Þannig að þetta er svona að hefjast hjá okkur. 4. verkefnið, öflugt samstarf og gæði. Eitt af þeim verkefnum sem við erum farin á stað með var að við auglýstum ókeypis ráðgjöf. Við bara sendum bara auglýsingu ráðgjöf í stafrænni getu og réðum bara til okkar verktaka. Hann Greipur Gíslason, útsvarssnillingur, sérmynda fyrir okkur. Og það voru auglýst, það voru 9 fyrirtæki sem sóttu datt því miður 1 út, þannig að við erum með 8 fyrirtæki í þessu núna fyrsta árið og hann er þá svolítið að setjast bara niður með þeim, hann kemur hingað vestur og á Patreksfjörð og hittir fyrirtækin og er bara svolítið að meta hver er þeirra staða. Þau setja sér síðan markmið, hvað er það sem að þau vilja gera á þessu tímabili og fá svona heimavinnu og svo kemur hann aftur og þau skoða svona hvað hefur náðst. Og ég held að það sé mjög hentugt af því að fyrirtækin okkar eru ofboðslega mislangt komin í þessari stafrænu getu og það vantar, stundum er þetta bara, það vantar bókunarfítus inn á einhverju síðu, stundum er þetta bara það að það vantar að koma sér inn á Google Maps, bara eitthvað basic. Það er ein spurning hérna? Nei, ábendingin ákveðst að vera stafræna hæfni, en ekki starfræna hæfni. Smá ábending hérna stafsingullu, við rettum þessu nú snögt. Já, það er stafræna hæfni. Þannig að fyrirtækin hafi svolítið verið að fara inn á þetta bara á sínum forsendum og við metum svo bara hvernig þetta gengur svona fyrsta árið og þetta verkefni til 3 ára, kannski á næsta ári þurfum við einhvern veginn öðruvísi ráðgjöf eða öðruvísi ráðgjafa eða kannski þarf bara að taka þetta skrefi lengra. Við viljum svolítið að meta það eftir þetta fyrsta hol, þessi fyrstu 8 fyrirtæki. Varðandi og líka að því þetta er eitthvað sem skiptir okkur rosalega miklu máli. Við þurfum að bæta þetta hjá ferðaþjónum á Vestfjörðum. Við þurfum að auka sýnileikann og einmitt þetta að það sé hægt að bóka, það sé hægt að fá greinargóðar upplýsingar fyrirtæki og þjónustu á svæðinu. Varðandi öflugt samstarf þá höfum við núna lagt inn erindi til sveitafélagana málefnahóp ferðaþjónustunar og óska eftir tilnefningum frá sveitafélagunum inn í svona vinnuhóp. Það sem verður farið og unnið kannski nánar Vestfjarðastofa og sveitafélögin öll. Þannig að við erum svona að byrja að fá tilnefningar í hús og það verður vonandi einhvern veginn orðið það svolítið virkara samband þar. En einnig langar okkur að vekja aftur upp. Við vorum í fyrra með morgunfundi reglulega. Vorum einu sinni í viku, einu sinni í mánuði
og tókum bara svona stuttar kynningar og smá kaffispjall. Og ég held við þurfum einhvern veginn að koma því aftur á og jafnframt á öðrum svæðum Vestfjarða. Og nú eftir að við heyrum undir Vestfjarðastofu, þá njótum við góðs af því að við erum komin með öflugt teymi, það eru 12 starfsmenn hjá Vestfjarðastofu og dreifðir svæðið. Þannig við höfum svolítið rætt það að setja upp á öllum þessum 3 svæðum svona kannski morgunhittinga þar sem bara verið að fara yfir bara stöðuna og bara þetta þarf ekki oft að vera flókið. Við höfum í fyrra fengum við til dæmis bara rokkstjóran til að fjalla aldrei fóru suður og ræða tækifæri fyrirtækja í kringum það og svo var þetta meira svona spjall bara hvernig gengur þér og hvernig er þú að tækla þessi mál og þannig að ég held að einhvern veginn með þessu að endurvekja þetta þá náum við upp aftur líka svolítið góðu samtali. Og ég held að við þurfum bara að keyra á það að koma þessu aftur á núna fyrir jól og bara festa þetta svolítið í skorðum. Ég ætla kannski við ætlum að fá að bjóða bara upp á smá spurningar í lokin og svo ætlum við að fá slökkva síðan á streyminu eftir það og kannski taka smá umræðu á borðunum. Þannig að endilega ef það eru einhverjar spurningar það, þessi 2 erindi. Þá vona ég bara að þetta hafi allt verið rosalega skýrt og kannski bara þakka þeim sem voru að fylgjast með streyminu og fáum bara að slakka á því og tökum kannski bara smá svona óformlegt spjall við borðin. Takk fyrir. En hvað á að setja einhverja tíma á því við hvert verkefni eða kostnað með þetta hvernig og þetta er ekki fyrsta skýrslan að vera kynningu á. Þannig að maður bara mikið að þau þetta verkefni sem hafa verið á lista í svona 25 ára allavega. En lítið fókast. Hvað að breytast núna? Það pína breytast vilji hins opinbera. Það breytingin sem við erum svolítið að finna að þau vildu fá skýrsvör forgangsröðun innan svæðana og landsáætlun kemur líka þar inn og þau segja bæði staðir sem koma þarna inn í áfangastaáætlunina, þeir fá auki brautagengi bæði í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og líka í landsáætlun. Varðandi þessi verkefni 4, þá eru þau þetta bara afmarkaðir samningar þau, en síðan eru samningar verkefni þarna á listunum sem það er ekkert hafið neitt. Bara getum nefnt á sunnanverðu Vestfjörðum Garðar BA, stálskipið sem í fjörunni. Þar hefur ekki verið hafið neitt samtal við landeigendur. Þeir sóttu á sínum tíma í framkvæmdasjóðinn, en það þarf svolítið að taka stöðuna þó að ferðaþjónar nota hann, vilja landeigendur sjá áframhaldandi uppbyggingu þar. Sú vinna á svolítið eftir að fara af stað, Og ef við hefðum að gera það fyrir áður við gáum út, þá hugsa ég við hefðum þurft að bíða mjög lengi. Hvað verið að spá að gera það? Það til dæmis að tala bara áningarstað, það verið að tala salerni og bekki upplýsingar, gætað öryggi. Það skipið orðið mjög illa farið og fólk svona að fara inn í það og það ekki ætlast til þess. Þannig að það bara svona öryggis og svona þessir basic hlutir. Daniel? Já, ég held líka að það sem við þurfum alltaf að gera að þegar við þurfum að sækja styrkja á hana, þá náttúrulega þetta að vísa í þessa áætlun. Og eins og til þess varðandi liðarna nr. 2, heilsársferðaþjónusta, ef við ferðaþjónustufyrirtækin viljum beita okkur í því, þá væntanlega ættum við að geta sótt auðveldar styrki í að þróa slíkt, bæði í uppbyggingarsjóð Vestfjarða væntanlega og framkvæmdasjóð ferðamannastaða og svo framvegis. Og svo þetta náttúrulega líka þannig að sveitarfélögin eru búin að skuldbinda sig til þess að taka þátt í þessu, þannig að þau ætla væntanlega að vinna þessu líka aðgerðum sem eru þarna og ég held að einmitt punkturinn sem ég held þú að reyna að koma að það var kannski árið tíma bært að fylgja einhvern tíma stefnunni og ég held að það sé akkurat það sem við þurfum að gera. Við þurfum að horfa langt fram í tímann og taka lítil skrefi í einhverja átt, ekki bara, í einhverja átt. Nákvæmlega. Og ég held að þetta sé að mörguleiti bara mjög fín verkefni sem að hægt að vinna áfram að. Og kannski líka breytingin að við höfum gert margar skýrslur og við höfum unnið alls konar svona verkefni. Aldrei áður höfum við fengið pening
í að hafa starfsmann til að fylgja því eftir. Þú veist, ríki bara, það greitt okkur fyrir að gera þessa skýrslu, en það greiðir líka næstu 3 árin fyrir 50% vinnu hjá Magnu við að fylgja eftir verkefnum inn í þetta. Og það er bara eitthvað sem við höfum aldrei séð áður. Mér finnst líka mikilvægt af því að þessi eftirfylgni og af því við erum að reyna að koma á til dæmis þessum málefnahópum til þess að sem meðal annars eiga að fylgja eftir markmiðum þessarar skýrslu að þetta samtal sem við eigum gegnum morgunverðarfundi, gegnum þá bara alls konar verkefni sem við getum þá sett að stað þegar við erum fyrir hendi að þetta er plagg fyrir okkur alla. Þetta er ekki öll hérna og alla ferðarþjónustuna, sveitarfélögin sem er að skapa grunngerðina og búa til umgjörðina og ferðarþjónuna sem er að búa til afurðirnar og vörurnar og laða hingað fólk. Þannig að ef við getum öll tekið utan þetta og sagt þetta er okkar skjal, þetta er okkar plagg og við ætlum að fylgja þess eftir. En þannig að það verði ekki eftir í höndunum bara á 1 eða 2. Þetta er hugsað sem skjal sem að mjög margir koma að vinna, mjög margir áttu innlegg í, opið ferli og líka opið fyrir breytingum ef það þarf á að halda. Þannig að það er alveg mikilvægt að við tökum utan þetta öll og segjum þetta er okkar. Nancy? Ég held í sambandi þess að morgunfundi að væri sniðugt að eiginlega gera svolítið svona Skype-fundum eða svo að við vitum hér hvað þau eru að pæla þarna á sunnanverðum fjöðsfjörðum. Það geti verið bara góð hugmynd að kannski við getum haft hluta fundunum líka þannig. Já, vegna þess að það kemst náttúrulega enginn á veturna þegar þessi fundir eru. Og við erum að skoða hérna svona ódýrari búnað en til þess að geta sett upp á 3 stöðum hjá okkur, Hólmavík, Patreksfirði og hér, sem gæti nýst í svona. Við getum haft hluta af fundunum bara ferðarþjónar hér að ræða einhver málefni sem snúa kannski að norðursvæði en líka síðan að hafa kannski opnari svona fundi þar sem væri verið að kasta yfir og værum kannski svolítið meðvitaðir hvernig hin svæðin sjá ferðarþjónustu hjá sér þróast og hvort að það sé því það er hellingur af verkefnum sem gætu verið sameiginleg. Þannig ég held að það veri mjög góð hugmynd að nota einhver svoleiðis forrit. Eins og með þessi verkefni, þau eru bara 8, ef það væri eitthvað svæði sem maður getur komist inn á og sé hvað það er statt, svo dynjandi er þarna áætluð lok 2020, þá í okkar vöruþróun getum við gert nýtt. Mér finnst það reyndar mjög góð hugmynd. Stjórnstöð ferðamála var með á heimasíðu sinni í tengslum við vegvísi ferðaþjónustunar. Þá settu þau inn, þar voru 8 forgangsverkefni hjá þeim og þá var þetta að sjá, svona verkefni lokið og eitthvað smá það, verkefni í gangi og þá hvað var verið að gera eða ekki hafið eða. Mér finnst það bara mjög góð hugmynd að við getum listað inn og Vestfjarðastofa er núna að vinna nýja heimasíðu, þannig að það er bara gott fyrir mig að hafa það kannski bak við eyrað, hvernig við gætum sett svona upp og mér líst bara rosalega vel, þá getum við einhvern veginn líka verið svolítið öflugt að miðla þessum upplýsingum frá okkur. Því að oft er mikið vinna í gangi þó að það sjáist ekki út af því, Já, ég maður sér þessu Skálavík, ef maður myndi vilja búið til þessi fyrir þangað, þá vil maður líka vita hvenær maður getur sett hana fram. Algjörlega og það er alls konar svona mál og sem er líka verið að vinna á sveitarfélögunum sem við getum þá aflað upplýsinga og deilt þarna út, Einhverjar fleiri vangaveltur? Bara ef það er ekki þá kannski bara ætla ég að fá að stúlla þessu og við kannski setjum þetta niður og fáum einhver kaffibolla og getum tekið smá spjall. Takk fyrir. Takk.